Góðan daginn. Þá erum við Rúnar að fara að flytja okkar erindi. Menntun fyrir alla, framtíðarsýn og tillögur aðgerðir. Rúnar, þú að fletta. Já, ég að sjá það. Jobb, já. Og það sem að við erum að tala skýrslu og tillögugerð sem við gerðum fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið niðurstöðu funda sem voru á vegum stýrihóps menntun fyrir alla haustið 2018 og tillögurnar snúa að því hvernig festa megi betur í sessi stefnu yfirvalda menntun fyrir alla á Íslandi og þessi vinna var liður í eftirfylgd með úttekt og skýrslu Evrópumiðstöðvar menntun fyrir alla sem var frá 2017. Nú á haustmánuðum 2018 var boðað til funda með fulltrúum allra sveitarfélaga í landinu til að ræða menntun fyrir alla sem lið í mótun nýrrar menntastefnu til 2030. Það var haldinn 41 fundur víðs vegar landið. Þar af voru 23 fundir með fulltrúum leik-, grunn- og framhaldsskóla, frístundaþjónustu, foreldrum, skólaþjónustu, skólaskrifstofu, félagsþjónustu og heilsugæslu, margir sem komu þarna að. Á fundunum voru haldin fræðileg erindi og umræðu verkefni sem voru síðan í umsjón skýrsluhöfunda. Nú lokaskýrslunni var skilað til ráðuneytis í júní 2019 og það má finna hana á vef menntamálaráðuneytisins. Á fundunum voru unnu þáttakendur að hópverkefninu Múrinn, menntun fyrir alla að ryðja hindrunum úr vegi. Það voru 126 hópar, svona 6-8 manns í hverjum hópi sem tóku þátt í heildina og lokaafurðin var varða með 10 atriðum sem hver hópur fyrir sig kom sér saman að væri mikilvægt til að efla menntun fyrir alla. Vörður allra hópana þar sem þessum atriðum var raðað í forgangsröð voru síðan greindar svo að úr varð ein lokavarða sem tillögur skýrslunnar byggja meðal annars á. Nú, því næst við erum í skýrslunni umræðan menntun fyrir alla sett í fræðilegt samhengi og þar eru kaflar sem að fjalla viðhorf til menntunar fyrir alla, stefnu og sýn, samstarf og samtal, menntun kennara og starfsþróun, stuðningi nemendur og þarfir þeirra, nám og kennslu, námsmat, lærdómssamfélög og kennslufræðilega forystu. Þetta fræðilega baksvið síðan dregið saman í líkan af vistkerfi menntunar sem er hér. En vistkerfi menntunar sem sagt greining á því hvernig kerfið samansett úr helstu stoðum og ferlum sem hafa áhrif á þátttöku allra nemenda og þarf að hafa í huga til að hámarka tækifæri til náms. Hérna nemandinn í miðpunktur kerfisins, hann umkringdur samtengdum kerfum sem eiga samskipti við hvert annað og mynda vistkerfið. Vistkerfið samsett úr 4 lögum utan nemandann, það yst þá umgjörð ríkisins, svo kemur umgjörð sveitarfélaga, skólinn sem stofnun og loks námsrými nemanda. Innan hvers lags starfa svo hagsmunaaðilar sem hafa ákveðin hlutverk og bera ábyrgð á því að móta skóla og menntakerfi sem tekur á móti og menntar alla. Í miðju kerfisins nemandinn eins og áður sagði og hafa svo önnur lög þessa kerfis bein og óbein áhrif á hann í leik og starfi. Vistkerfið svo undirstaða þess hvernig við greinum og staðsetjum ábyrgðina á þeim tillögum sem settar eru fram í skýrslunni. Já, þannig er þetta að klikka nokkuð sinnum. Já, ég með þá hreinu. Þú með þá hreinu, cool. Í skýrslunni eru settar fram tillögur í 7 liðum sem að miða að því að efla menntun fyrir alla í íslensku skólum. Tillögurnar eru byggðar á grunni niðurstaðnanna sem birtast í vörðunni og þessu fræðilega samhengi og svo síðast en ekki síst á vistkerfinu sem var nefnt hér að framan. Tillögurnar eru byggðar á því að sameiginlegt markmið allra aðgerðanna sem í þeim felast sé að auka gæði náms allra nemenda og að menntakerfið í heild beri sameiginlega ábyrgð á því. Engar síður gengið út frá því að ábyrgð á tilteknum málaflokkum geti tilheyrt einu eða fleiri lögum í vistkerfinu sérstaklega og séu þá að ábyrgð hagsmunaaðila og stjórnenda sem þar starfa. Og þetta sem sagt þá kennaramenntun og starfsþróun, lærdómssamfélög, starfsaðstæður í skólum, mat á skólastarfi, skólaþjónustu
og samspil kerfa og nýting fjármagns. Já, á ég þá að taka við núna. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir. Já, ég ætla sem sagt þá að taka við núna og fara aðeins svona að skauta yfir þessar tillögur okkar. Það verður náttúrulega mjög, svona að fara mjög fljótt yfir sögu. En já, eins og Edda sagði, þá göngum við út frá því að þessar tillögur okkar séu til þess að færa, þetta eru svona tillögur aðgerðir sem eiga að færa veruleikann í skólastarfi nær stefnunni menntun fyrir alla og þeim hugmyndum sem hún er byggð á. Og eins og Edda sagði, þá göngum við út frá því að nemandinn sé miðpunktur allra þessara tillagna, þannig að sameiginlegt lokamarkmið þeirra sé að allir nemendur njóti menntunar í heima og skóla, þar sem þeir eru fullgildir þáttakendur í skólastarfinu, hafa lýðræðislegan rétt til sjálfræðis og þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa, tilheyri lærdómssamfélagi þar sem fjölbreytileikinn er virtur og búi við sameiginleg gæði námsreynslu og námsumhverfis, þar sem þeir fá viðfangsefni sem eru merkingarbær og vitsmunalega krefjandi og leiða til árangurs sem býr þá undir lífið. Fyrsti flokkur tillagnanna, eins og kom fram á glærinu áðan, er kennaramenntun og starfsþróun. Og kjarninn í tillögum okkar þetta efni er að styrkja kennslufræði menntunar fyrir alla, bæði í grunnmenntun allra kennara og sem grundvallarþátt í starfsþróun þeirra á ferlinum. Við göngum svo langt að leggja til að kennslufræði menntunar fyrir alla verði þungamiðja í starfsþróunaráætlunum og starfsþróun í hverjum skóla og stuðningur við slíka starfsþróun verði eitt af lögboðnum hlutverkum háskólanna sem annast kennaramenntun. Þannig að tengsl háskólanna við starfsvettvang kennara á þessu sviði verði skýr og nánari en þau eru kannski núna. Nú hér er ábyrgðin auðvitað margþætt, hún er bæði hjá menntamálaráðuneyti, hún er hjá sveitarfélögum og hún er hjá háskólunum og síðast en ekki síst náttúrulega hjá skólunum sjálfum. Í boðskap okkar á fundunum sem Edda sagði ykkur frá í upphafi og í allri okkar umfjöllun þá höfum við gengið út frá því að þróun lærdómssamfélaga í skólum þar sem kennarinn og aðrir starfsmenn læra hver af öðrum og hver með öðrum sé lykillinn að því að þróa starfshætti sem miða að menntun fyrir alla. Og við leggjum til að slíkt tal verði ekki bara svona einhver fagurgali á hátíðastundum, heldur fylgt eftir með raunverulegum aðgerðum. Og hér liggur ábyrgðin á frumkvæði auðvitað hjá stjórnvöldum en ekkert síður náttúrulega hjá skólum og kennurum sjálfum. Því að það eru vitaskuld þeir sem að mynda það lærdómssamfélag sem við erum að kalla hér eftir. Nú, það mætti segja margt starfsaðstæður í skólum en okkar tillögur beinast kannski einkum að starfsaðstæðum á leikskólastiginu og að því að rannsaka orsakir vaxandi álags og kulnunar kennara á öllum skólastigum og hvernig hægt sé að bregðast við því með breytingum á starfsumhverfi þeirra. Nú, við lítum ekki á mat á skólastarfi, hvorki sjálfsmat eða ytra mat sem svona neitt töframeðal kannski. En við erum okkur engu að síður vel meðvituð möguleika þess sem hreyfiafls fyrir skólaþróun. Við göngum út frá því þessum tillögum að mat sem ekki leiðir til aðgerða sé í raun og veru svona frekar fánýt iðja. Og þess vegna leggjum við til að það verði sérstök áhersla á að skólar njóti leiðsagnar við eigið sjálfsmat og hvernig þeir geta byggt þróunaráætlanir og framkvæmd þeirra á niðurstöðum slíks mats og auðvitað ekki síður hvernig þeir geta notað síðan ytra mati sem nú þegar fer fram í þessu sama skyni.
Skólaþjónusta okkur hugleikin í þessum tillögum og ég sjálfur og reyndar fleiri af höfundum skýrslunnar hér, þeirra sem komið hér úr Háskólanum á Akureyri, erum í rannsóknarhópi fræðimanna hér við HA sem að rannsaka starfshætti skólaþjónustu á Íslandi. Það sem við höfum þegar séð í niðurstöðum þeirra rannsóknar mjög mikil áhersla á það sem við getum kallað svona læknisfræðilegt eða klínískt sjónarhorn slíkrar þjónustu. Það sem að fyrst og fremst reynt að fást við vanda nemenda með því að meðhöndla einstakra nemenda með því að meðhöndla þá sjálfa, frekar en að horfa til samspils nemandans við námsumhverfi hans. Það fer sem sagt miklu minna fyrir því hlutverki skólaþjónustunnar sem þó alveg skýrt í reglugerð hana, sem þetta styðja skóla sem stofnanir, sem faglega stofnanir og starfsfólk þeirra í starfi. Við höfum líka séð að skólaþjónusta mjög misjöfn eftir sveitarfélögum og þau mjög misjafnlega í stakk búin til þess að sinna henni. Og svo þetta sú staða að það engin skólaþjónusta sem nær til framhaldsskóla eða tónlistarskóla. Við erum þess vegna mjög upptekin af hlutverki skólaþjónustunnar og gerum ítarlega tillögur eflingu hennar og áherslubreytingu sem miðar að því að draga úr þessari klínísku nálgun sem ég nefndi áðan og efla stuðning við kennara og skóla og efla samstarf háskóla og skólaþjónustu og sumt af þeim tillögum sem ég hef drepið á, til dæmis starfsþróun ganga beinlínis út frá því. Síðasti þátturinn í tillögunum okkar það sem við köllum samspil kerfa og nýting fjármagns. Þetta mjög flókinn þáttur í þróun menntunar fyrir alla. Og við búum við þann veruleika í skólakerfinu að það að greina nemendur og gefa þeim vottorðum einhvers konar frávik sé ávísun á fjárveitingu, bæði frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga og ekki síður frá sveitarfélagunum sjálfum. Það margir sem telja að þessi veruleiki grafi í rauninni undan stefnunni menntun fyrir alla og beini fjármagni og mannafla og öðrum björgum að því að sinna fámennum hópi nemenda í stað þess að gagnast heildinni. Það eru ekki greiningarhvetjandi og setur allar þessar greiningarstofnanir á hliðina. Og við fáum reglulega fréttir í fjölmiðlum og nú síðast í fyrradag líklegast á RÚV.is af löngum biðlistum eftir greiningu hjá þessum stofnum eins og greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins og hegðunar og manni ekki einu sinni hvað heita nú allar. Í sem stystu máli þá leggjum við áherslu á að brjótast út úr þessum vítahring og að það þurfi að halda áfram þeirri vinnu sem reyndar þegar í gangi og Edda tekur meðal annars þátt í að endurskoða útdeilingu fjármagns til skóla að þessu leyti. Annar liður sem tengist þessu að samhæfa stuðningskerfin utan nemendur og fjölskyldur þeirra, það að segja innan skólanna og skólaþjónustuna, sameina skólaþjónustuna, félagsþjónustuna og heilbrigðiskerfið. Og sama hátt þarf að samhæfa vinnu sérfræðinga innan skólanna þegar málefni einstakra nemenda kalla á það og svo samstillingu þessa sama starfsfólks við sérfræðingana utan skólans. Og þetta náttúrulega mjög stórt mál og gengur í rauninni þvert í gegnum öll lög vistkerfisins og kallar á víðtæka samábyrgð allra þeirra sem í forsvari og ábyrgð fyrir hverju lagi. Þá ætla ég nú ekki að segja meira og leyfa Eddu eða biðja Eddu að hafa síðustu orðin þetta. Já, svona að lokum að þá sem sagt í kringum eða fyrir hvert þema gera tillögur aðgerðir og það setti fram hverjir eru ábyrgðar aðilar og hver tillaga getur náttúrulega verið þá á ábyrgð fleiri en eins lags í vistkerfinu. Og við leggjum áherslu á að tillögurnar eru leiðbeinandi en ekki boðandi. Og framkvæmdin náttúrulega opin af því að menntun fyrir alla ferli sem ræðst af aðstæðum og menningu á hverjum stað. Áætlun framkvæmd svo annar handleggur en tillögurnar í raun og veru eiga að vera þá grunnur að þenni. Og í raun og veru ætti að vera þannig að hvert skólasamfélag ætti að efna í sína fundaröð múr vinnu og vörð. Og við getum sagt svona að lokum að þessum tillögum verður vissulega ekki komið til framkvæmda öllum í einu, en það skiptir á mestu máli að hefjast handa og láta ekki staðan numið fyrir að leiðirnar til að efla menntun fyrir alla hafi verið kortlagðar. Takk fyrir. Já, þá
Svona. Jónína var að stoppa upptöku væntanlega.